komið að Pétri Valdimarssyni sem hefur líka læst einhver prentvillibók í blaðinu hjá ykkur. Við byggjumst bara velvirðingar á því. Pétur hefur náttúrulega verið að vinna í þessum málaflokki lengi og er með mastersgráðu í Fire Science Technology. Ég veit ekki hvort það til einhver góð þýðing á því. Eldvísindi eða brunatæknifræði eða eitthvað slíkt. Hann er skólastjóri Brunamálaskólans, starfar í Mannvirkjastofnun og hefur áður starfað meðan hans hjá Slökkviliði Lögregluvörðar og Brunamálastofnun meðan hún var til. Pétur, gjörðu svo vel. Takk. Veistu, góðum með þitt á... Já, það er spurning hvort að þetta átti ekki verið þetta að vera þarna. Allt bilað, ekki svo veðis. Og hitt var enda núna, eða prófum lögsveit í náttúru. Já. Góðan daginn. Þetta er kannski ákveðis minn slökkvistofur sagt að hengtur í mig sérstaklega. En svona var ástandið á slökkvistofur fyrir svona cirka 40 árum. Og það svona liggur við að málspenn tala það að menntunarmál kannski á slökkviliðum eru kannski svona svipuð sko. Það mega má gera mikið betur. En þetta hlaupa svona aðeins yfir fortíðina og hvað að gera núna og svo spáum kannski aðeins framhaldið. Þannig að þetta er smá svona sögursýning í leiðinni. Þetta svona byrjar eitthvað svona menntun á svona einhverja viti svona 70 sko. Eigum alltaf góða myndir. Það er skelfilegt þegar allt myndir á höfuðborgarsvæðinu. Nei, ekki alla. Það eigum okkur eins annars staðar. Það var ekki blaðljósmyndar að það. Nei, við verðum að nota myndir sem við eigum sjálfur sko. Þannig að það er svona, kemur þetta svona. En það er náttúrulega, eikst náttúrulega menntun aðeins upp 80. Það var að nota meira vídeospólur og ljósleita efni og svona. Og enn next í dag svo, þegar það kemur farskóli, það kom gámur sem var að fara með landið og alltaf bættist í. Og síðan kemur reglugerð 1994 skólan með menntun. Og hún var alltaf undirskriftin á reglugerðinu, hún var alltaf þurr þegar þessi atvinnumann byrjar, 1, 2, 3. Og það er reynt að gera það miklu metnaðarmissvægt. En á þessu tíma þá er námskeiðið hlutastarfandi sem var kallað námskeið 1, 2, 3 og 4 og svo fyrir atvinnumanninu þá var slökkviliðsmaður 1, 2 og 3. Og þá voru þetta helgar, fyrir hlutastarfandi þá voru þetta þessi helgarnámskeið og er það ennþá en aftur á móti námskeið 1, 2 og 3 þá voru að við minnir 4 vikur hvert námskeið. Og svo var haldið á þessum tíma og var endurmenntun, þannig að þeir slökkviliðsmenn sem hefðu verið lengi eða byrjað fyrir 1990, þeir voru settir á helgarnámskeið og fengu þá menntun sína, menntun sína nefna sem slíka, þurfti ekki að fara á þessi námskeið. Það tók nú heldur minnir rétt alveg 6 ára að klára þessi endurmenntun. Þannig að það fór mikið búður í það. Þannig að námskeiðsum voru ekki að færa í læginu. Og það gerðist og það var lengi að því að skólinn kannski kom sjaldnar, ekki eins og oft, að þá voru sumir að fara saman námskeið oftar en einu sinni og jafnvel tvisvar. Þá komst oft að þegar voru að kenna eftir á sko. Þá voru slökkvistjórar að senda mennina sko svo getur fyllt námskeið. Það var að sameinast að senda námskeið og öllum sveitarfélögum. Og svo kemur nýja reglugerðin á hún að vera 20 ára gullbráðum og það er náttúrulega löngu komið tíma á að endurskoða hana og það var eins og hvort hún ná í 20 árum, það
mjög líklegt á þess að vita það. Og svo kom dagsins í dag, þá er það mynd frá Jóni. Það spurning hvort að fara að rukka fyrir þetta. En við á þessu árið opnuðum við þessi fjarnámi sem var búið til fyrir 8 árum. Þessi opnuðu alveg, það ekki bara á einhverju tímapunkti opið í 6 vikur. Þeir minnir að það verið svoleiðis, nú bara það opið. Og það svo bara próf 3 ári. Og það mjög ströng próf. Nú það ekki á eins og var gert bara á netinu, nú mætum við og áttu þessi nemendur að taka próf til eftirliti. Og það bara gefist mjög vel. Síðan náttúrulega, saman námskeiðin eru ekki tölvur, það slökkvistjórarnir sem að skrá inn í kerfið, þannig að það getur ekki, slökkvistjórar sjálfur getur ekki búið sér til, eða búið til stil og byrjað, slökkvistjórarnir þarf að ákveða það. Og þannig að inni náttúrulega allt efnið sem sé, en það sem í framtíðin og við fáum að endurvinna allt saman og núlega það. Og náttúrulega við erum búin að þessar aðalsverðin, við erum búin að skerpa ábyrgð próftökunni, það á símyndastöðum, við höfum líka verið á slökkvistöðunum og við erum mjög opnir í því að ef við vill fá að gera eitthvað annað öðruvísi, þá mætum við þeim óskum eins og ef hægt er. Það ekkert allt opið. Og það alveg sama við atvinnumannanámið, að þá mætum við bara, þá eins og í dag, þá SAS með námið og við komum með prófið, útskýrum það áður og fylgjumst með og svo tekið próf. Og eins og í dag, þá við erum hálfnuð með námið núna og gengur bara rosalega vel. Fólk fór að lesa með þessu. Svo með verklegt nám líka sem það að með fjarnáminu þegar það kom þá náttúrulega hætti læsmáttir ekki það var ennþá að fara með námskeið 2 fyrirhluta, seinni hluta og 3 og 4 og kennt á neitt námskeið ári eða kannski 2 orði en það var alltaf fjarnáminu og svo var það verklega hluti það var sett á slökkvistjórarnir að kenna og það svona reynst misvel. Getum við sagt, það ekki allir slökkvistjórar sem að vissu kannski hvað þeir voru að gera. Þeir voru kannski bara, vissu það kannski árin áður en þeir voru slökkvistjórar, þeir voru teknir á 8000 þannig að þeir voru mestari. Þannig að það kannski, hefur sýnt sig að það þarf að bæta þann hluta og það svona verðum að reyna að auka fá fleiri kennara eins og það segir með leiðbeinendur til að kenna og reyna að nota þá stærri slökkviliðin sem að þá öflast náttúrulega við það til þess að kannski koma í minni slökkvilið og kenna þá á búnað og tæki og annað og fræðslu sem bóklega líka. Og síðan höfum við að tala undur og ofar kannski að þannig löggildingarnar, það eru eiginlega 2 konar löggeldingar í gangi. Annað fyrir hlutastarfandi og hitt fyrir atvinnumenn og það alveg stór munur þarna á, þeir reyna að vera sama starfið. Þannig að við erum að reyna, það náttúrulega að breyta ýmsu einhverju til þess að skóla hægt en okkur finnst það rétt að síðan lágmarkt eins og þeir vera hlutastarfandi að það verði þá þau þurfa að klára allt námið, ekki bara námskeið 1 og 2 fyrir og seinni hluti, þetta líka 3 og 4 því að það inn í lögunum að slökkvilið sinna þessu þáttum. Og þá náttúrulega eykst aðeins tímafjöldir að koma upp að 100 og eitthvað, 60-40 eitthvað svoleiðis tíma. Það stór munur á því að fá það í viðbúið. En þá orðið nær. En samt myndum við vilja að allir slökkviliðsmenn væru með svona sambærilega menntun. Því að við erum ekki, þó að það sé hlutastarfandi, þá erum við þessi hlutastarfandi líka fást við það sama og atvinnunni. Það ekki afsláttur þar, þegar eitthvað gerist.
Og í dag þá eru þessi námskeið þetta er námskeið sem eru til, eins og sagt er. Það er þessi öll sem að skólinn eru með. Bætt við einu nýju núna, í ár, sko, það er þessi fjármálanámskeið 2 köllum við það, nýtt það sem fyrir svona lengra komna sem að hafa verið að þjálfa í slökkviliðunum. Þetta var svona hugmynd og koma því betur á stað, sko, þannig að það þarf mikið meira á þessu því að maður þarf mikið meira, maður þarf að vita hvernig á maður að koma efninu betur frá sig, hvernig það er skiljið að það er alltaf að koma nýjar leiðir til þess. En við erum aftur á verinni að finna að hjólið, við erum á hestagninu líklega með það. En það var svona upplýsingar um það. Og í ár þá keyrðum við mikið mörg námskeið á fyrri hlutanum, sko, og það er á önnur helgi sem við erum að kenna og við erum að fá náttúrulega kennara utan á frá, sko, að koma hérna á suðvesturhorninu, og Keflavík og Reykjavík, eða svæðinu sem sagt. Og þetta kostar náttúrulega sitt, en við reynum eins og við getum að halda við og reynum við þá minnir þá á þessu námskeið sem það er núna, þá eru bara 2 sem hafa fallið niður vegna þátttökuleysis. Það er bara að skuti gott. En það var kýrinn bara gatt það spurning hvort að það var eiginlega seinni hlutin á árinu, hann vantaði, en það segir nú ekki allir. En aftur þetta sem við gerum núna dagsefningi, það er maturinn á fullu, það er ána eins og ég sagði áðan. Svo erum við verkleg próf sem við dagsefnum ekki. Við komum að hringja slökkviliðin og við bara finnum tíma í svoleiðis dagar. Og vorum til dæmis bara síðasta laugardag hvað það ekki, 16 eða 8 sem að fóru í verkleg próf á Brunnvarnar-Ósýslu. Það var brillur í gegn. Það var gaman, svo breytir við húsa eftir og farnir þá, við þorðum ekki að vera það. Og þetta náðu að slökkva því á eftir, það er það er búið að tekist vel að ekki betur. Bara til grunna, já. Já, þetta er saman sem 13, sko, það slökkust það ekki vel. Það brann sem brann mjög aftur. Já, svona. Og svo erum við með fjarnámi sem er bókleitt og verið óbyggður aðalveg. Og síðan erum við boðið líka upp á, að vera með að verklega kennslu sem það helgi sem að fara í verklega prófið á eftir helgina, lok helgar. Og það er bara þess að vinna upp þennan tíma sem þeir hefðu átt að, ef slökkvistöðin hefur ekki treyst til þess að fara gegnum allar æfingarnar sem þeir eru í æfingabókinu. Þetta er búið, þetta er yfirleitt svona 2, 3, 4 ári sem að förum þessa leið. Já, takk. Jú, bara ekki bara það sem laði því að... Þetta er eitthvað lindó. Það er ekki framið þegar skólan, þetta minnst líkilinn. Já, við rettum okkur út í þessu. Það er þetta... Við börgum okkur aðeins. Þetta er náttúrulega, við börgum okkur aðeins. Þetta er náttúrulega að segja, sko, það vantar náttúrulega fyrstu myndirnar sem átt að vera þarna. En það er svona sýnir nokkur veginn hvað menntaskólann förum við það að mennta slökkviliðsmenn til þess að vita hvað það er að gera á ögustundu og taka réttar ákvörðanir. Og þeir náttúrulega voru það mætti með skinnið og ferðin var tilbúin að slökkva. En það náttúrulega gerist ýmislegt, sko, að aðstæður breytast mjög skyndilega og þá náttúrulega þarf að færa sig, sko. Þannig að það er ekki sama hvernig mann bjargar. Þetta læraði náttúrulega í skólanum, sko. Að taka réttar ákvæðanir á réttar stundu, sko. Þetta er svona, að við förum út í framtíðina aðeins, þá er spurningin, sko, hvar við viljum hafa skólann, hvernig skólann viljum við hafa. Ef á hann að vera eins og í dag, eða viljum hafa að gera einhverjar breytingar líklega eða stóra, eða ef að senda námið út í skólakerfið, eða á að bara búa til einhverja námskrá og senda námið út í slökkviliðið og leyfa þeim að sjá það. Þannig að þetta er svona spurningar sem maður veltur upp.
En það sem að segja, eins og það í dag, þá þessi námskeið 1, 2, 4, 27 hluti og þetta dagskrá og stíðan 3 og 4 og svo það að stefna því að slökkviliðið þau sjá menntunin og þann hluta og svo komið skólinn próf, þannig virkar í dag. Og svo erum við að reyna að koma þessi að fjölga þessi leiðbeinendum sem til þá hæfa og hafa sem flesta í hverju námsflokki. Þannig að þeir geti þá farið og stutt inn í liðin. Upphaflega þá var skólinn á fjárlögum og þá var þurfum að vinna við það að við fengum ákveðin fjármagn og það að vita alltaf hvað það var. Síðan rann þetta allt inn í sama pakkan, inn í rekstur Brunamálastofnunar og síðan Mannréttindastofnunar og þá var bara hluti, vitum við sjaldan hversu oft hvað á að fara í reksturi. Og bara með eins og var í fyrra þegar það var kynnt fjárhagsáætlun fyrir Mannréttindastofnun fyrra, þá til dæmis var ekki minnst á skólann. Þannig að þetta svona auka afurðsund finnst manni. Og það mót að bæta þess, en svona eins og kostnaður sem í dag, sem það 18 milljónir námskeið og svo hinn námskeið, þá þetta sem 25 milljónir kannski eitthvað svo leiðis. Fyrir utan reksturinn kostnaðinn á mér og hinum. Og það cirka svona 15 námskeið, það kostar cirka 800.000 kall eða fyrir svona eftir hvort það hvað margir kennarar og hvað langt að fara. En svona hugsunin kom fyrir svona næsta ár og þá var þessi reiknum við náttúrulega atvinnumannám og svo náttúrulega nám fyrir aðra og svo náttúrulega bara bráðnauðsynlegt að fara í það að endurnýja allt nám sem á netinu og víkka það ennþá og þetta bara að tala sem skotið út í myrkur. En það var eitthvað lægara gaman að geta fengið þessar upphæð. Og svo erum við náttúrulega alveg bráðnauðsynlegt líka að fá einn starfsmann til viðbótar, helst 2. Já, þetta gengur ekkert eins og þetta í dag. Ef við viljum gera skólana að einhverju þá þarf einhvers að vinna verkið. Þessi ekki laus? Jó, þetta það því fáið mér að því þá þetta bara vanlega sko. Hann forritaður alveg sko. Það kom enga ekki frá höfuðborgarsvæðinu eða og síðan þessi námskeiði sko þessi öll þessi námskeið það þarf að leiðbeinendur og námskeið og þeir þurfa að vera vottaðir að áleitt var einhver að kenna bara setja í stofn að kenna það gengur á þeir ekki það þarf að eiga góða kennara eða leiðbeinendur og svo náttúrulega ef að skólinn ekki að bjóða upp á námskeið eða er ekki sé fært til þess að gera það þá á að vera það mikið fjöldi af þeir leiðbeinendum eða kennurum sem að geta kennt þessi flög að slökkviliðið þegar að geta komið og ringt í það viðkomandi og sagt getur þú komið að kenna fyrir mig og þá er hann að nota námsefni skólans það er náttúrulega sparaði okkur en aðeins penning en þá fer færslan fram sem er mjög mikilvægt. Og svona þá smá samantækir sem þetta þá sem skólinn stofnaður á þarna fyrir 94 og það hefst allt strax. Það fékkst að svona mínu mati, það var engin undirbúningur og staðan finnst manni í dag, hún er svona alveg svipuð. Á að gera námskeið, en þú farið ekki endur í að námskeið, það fær engin tími til þess að gera námskeið ennþá betra. Þess vegna vantar meira fólk til þess að vinna verkið, eða pening réttara sagt. Og frá Bjarni mínu að því við erum tveir, þannig segja það oft við og við erum tveir sko, ég og Georg, að það líklega ekki að 50% tíma okkur sem að fara í skóla. Það mikið sem það annars þarf að vinna á eftirhaldasviðinu.
Þannig að þetta er svona að vanta tíma og að vanta fyrir. Það er ekki í laginu. Og svo þegar fólk hefur sagt að ef þú lokist námi einhverja skólanum, hvað sem er, hvort það er almennta stjórnandi, að þá ættir ekki að vera að vinna eitthvað sem er ekki búin að fá kennslu eða fræðslu. Þannig að stjórnandi getur ekki verið orðið stjórnandi og sé búin að fara eitthvað nám til þess. En ekki fljóta. Sama ávitin með svo eldvarneftillit að þú átt að verða menntaður áður og þú byrjar, ekki einhvern tíma seinna. Það er spurning lagar að sé, getur ef þú tekur eftirlitið eða hvort það er þjálfarastjóri eða slökkvistjóri, ef þú ert ekki með menntunina og eitthvað hvað gefur fyrir, hvað þá? Þú farið ekki að taka bíl fyrir að koma taka bílpróf. En þetta ætti að vera til þess með þessi störfar og átt að gilda eitthvað. Þú tekur prófið, þá áttu. Já, það handlar spurning að það verður settur svona stóður fyrir dyrna, það er spurning hvað sveitarstjórnin að segja. En þetta náttúrulega öryggismál fyrir slökkvilið, að fólk viti hvað er að gera, eða þeir sem er að stjórna þér. Alls að hvað er. Svo er þetta spurningin, hvað svo? Hvert ætlum við? Hvernig skóla viljum við? Hvað ætlum við að gera í framtíðinni? Þetta kostar. Hvað ætlum við að gera annað? Og svo erum við skólinn sem er samstarf á Norðurlöndum sem var mjög mikið árum áður. Það var kennaraskipti og við töluðum saman og það var heimsókn skóla og kennarar komið til skiptis. Það var í fyrra hitti fyrir að það eru 3 eða 4 sem fóru af 5 í svona kennaraskipti. Það þarf að gera eitthvað svona. Og þá til við fundur næstu vikur reyndar í skólastjórum Norðurlanda. Þeir eru við 2 eða 3 fundir. Og það ásættilegt að sagt að það er bara 1 fundur dugar. Samskiptin eigi ekki að vera meiri. En við þurfum að hafa samskipti við Norðurlöndi. Það er ýmislegt sem þeir gera sem við getum fengið lánað, eins og það heitir. Ekki vera að finna hjólið alltaf aftur og aftur. Og svo í lokin þá kostar að hafa skólann. Ef við gerum ekki hvað við erum að kenna fyrir bruna, umferðarslys, mengunarslys, almannavarnir, hvað það er að gera. Og á menntun, þá kemur menntun í slökkviliðsmenn, hvað gerist? Hvað gerist í sveitarfélaginu? Hvað segja fyrirtæki? Hvað segja íbúarnir? Og þá fyrir að spyrja, hvað ætlið að búa? Hvað er öruggt? Það er svona að það mennta slökkviliðsmennum. Það var ekki meira. Mér sýndi frændi, hann er alltaf góður. Hann þarf ekki meira vatn með þetta. Þetta er Siggi sonur minn. Já, við köllum að Sigga frænd alltaf. Já, Pétur, það er alltaf sömu vandamál með þennan skóla. Það er aldrei pening og getur lítið gert. Einhverjar spurningar skólamál, hvað segir þið? Ég er eina slökkviliðinu Reykjavík, ég er bara að spyrja, hafið þið gert þarfagreiningar á því hvað þarf að þjálfa marga slökkviliðsmenn? Hvað eru margir? Hver er markhópurinn og hver er endurmenntunin og svo virðis? Það er tugt að stæði sín einn. Það er þeir mæti veit sko, en bara sem staðan þegar ég byrja sko, ég er bara að lesa vandamálin sem voru í ferri, ég er ekki byrjaðar að fara í að undirbúa fyrir ákveð sem við þurfum að gera. Kannski ef ég má skipta mér aðeins að það var ennþá stuttasvarað ekki nei. Það er ennþá þannig að það er mikil velta, starfsmannavelta í slökkviliðinu. Það er mikil endurnýjun ef við horfum yfir landið í heild. Þá er stöðug endurnýjun á slökkviliðsmönnum.
Þannig að það er mikil þörf og það er miklu meiri þörf heldur en þessar áætlanir til þess sem Pétur sýndi eru að sýna. En það er önnur hlið á málinu og það er að slökkviliðsstjórar þurfa að senda mennina sína í skólann. Og það er heldur ekki gerast. Þannig að sko, þú veist, þarna er ekki í takt þar sem það þarf að gera. Svo ég skipti mér af. Og satt í stólnum hvort þér. Er ekki engar fleiri spurningar til Péturs? Þá þökkum við Pétur bara fyrir. Þá er næstur hjá okkur Ólafur Örn Bragason sem ætlar að segja okkur frá fyrirkomulagi lögregluskólans og hvernig nýlega breytingar á menntun þar hafa reynst.